Já, komið þið sæl að samstöðinni og þættinum Kona með höfuð. Ég heiti Margrét Pétursdóttir og til samtals eru komnar þær Arna Þórdís Árnadóttir, Laufey Líndal Ólafsdóttir, Rán Reynisdóttir og Ósk Dagsdóttir. Og umræðuefni hjá mér í dag er alþjóðlegu dagur afnám ofbeldis gegn konum sem er í dag. Við ætlum samt að beina sjónum okkar að afkvæmum kvenna frekar heldur en þeim sjálfum og kannski svolítið að fara inn á það hvort að íslenskt samfélag sé barnvænt land eða hvort Ísland sé barnvænt land. En sjálfsagt hafa mörg okkar einmitt talið svo vera og þó er nú alveg stjórnarfarslegt ofbeldi að finna innan til dæmis sýslumannsembættið og margar vanefndir í málefnum barna, langveikra og fatlaðra. Og þetta er kaldur veruleiki margra foreldra hvernig það er að díla við kerfið. Þannig að ég ætla að fá konu til þess að ræða þess við mig. Við verðum hérna bara í saumaklúbbssamtali og ef ég opna fyrir að bjóða Laufeyju Líndal Ólafsdóttur ef hún vill kynna sig frekar og bjóða henni aðeins að tala kannski fyrst að byrja, þú fórst fyrir félagi einstæðra foreldra og það hefur svolítið verið mikið í umræðinu núna þetta fæðingarorlofsfrumvarp frá félagsmálaráðuneytinu og það hefur ekkert verið neitt rosalega vinsælt svona sér maður í umræðinu. Hvernig lýst þér á þetta? Já, ég veit ekki alveg hvað ég á að byrja þessa umræðu sko en já, ég var sem sagt formaður félags einstæðra foreldra 2006 held ég að hafi tekið við þar og þá einmitt var nýlega búið að breyta sko, ég man að ég verð ólétt af stelpa mín er fædd 2001 og mér rámar eitthvað í að feður hafi fengið orlof þarna bara þegar ég einmitt er ólétt af henni, getur það ekki passað? Ég held að feðraorlofið hafi byrjað einhvern tíma þá, þannig kringum 2000 og ég einmitt man eftir því að ég náttúrulega gat ekki nýtt þetta orlof vegna þess að barnsfaðir minn var búsettur erlendis. Þannig að ég fékk bara 6 mánuða orlof og var síðan bara búin með þann rétt og þurfti að redda mér bara með barnið 6 mánuða gamalt. Og svo sem sagt þegar ég sem sest reyndar í stjórn félags einstæðra foreldra, mér minnir að það verið 2004 eða 2005 sem að ég fór í stjórnina þar sko og einmitt tek við sem formaður 2006 og þá vorum við rosalega mikið að berjast í þessu með fæðingarorlofið einmitt að sem sagt einstæðir foreldrar gætu nýtt sér þennan rétt þó að það væri engin annar til þess að taka orlof á móti þeim. En þannig að þú veist, þetta er orðin ansi langur tími sem að allavega ég er nöldra í þessum málum sko. Þannig að alltaf þegar þessi umræða blossar upp aftur, þá er maður bara, þú veist, býtum við hvaða ár er, þú veist, já, þetta er orðin svolítið langur tími. Akkurat. Og ennþá einmitt eru einstæðir foreldrar bara að fá 6 mánuði og geta ekki nýtt rétt sem að er ekki annars nýttur, af því að þú veist, þannig eru bara eins mikið og til dæmis ég er mjög mikið fyrir jafnrétti, mér finnst frábært hvað sko feður eru að taka mikinn þátt í uppeldi barna sinna og bara þú veist bara síðan þú veist ég er alveg sjálf upp að einstæðri móður og hafa náttúrulega bara allt önnur tíð þá þótt ekki jafn sjálfsagt að karlmenn væru svona miklu þáttakendur þannig að þú veist mér finnst það bara frábært en þú veist því miður bara er það ekkert alltaf raunveruleiki fólks. Stundum bara getur faðirinn ekki verið til staðar, stundum vill hann það ekki, þú veist, því miður bara er það kaldur raunveruleiki og það er náttúrulega fáránlegt að þau börn sem að lenda í því sitja ekki við sama borð og önnur börn sem eiga af 2 foreldrar sem að vinna saman. Þannig að en mér skilst núna að það sé sem sagt, orðið þannig að það er yfirfærilegt þegar til dæmis barn er ekki feðrað og í svona öðrum kringumstæðum einmitt þegar að
Til dæmis hitt foreldrið til dæmis held ég, í fangelsi eða einhverjum svoleiðis aðstæðum sko. Þannig að allavega ég vona heitt og innilega að núna þetta verði þannig að öllum börnum verði tryggður sami réttur með umönnun foreldra heima fyrir. Þannig að já, og mér skilst að það sé núna að fara í gegn. Ég er ekki búin að fylgjast með alveg upp á hvern dag núna. Nei, en mér skilst að það sé loksins. Já, árið 2020. En Rán, 20 ára síðan. Já, 20 ára síðan. Rán, Reynisdóttir, ef þú vilt eitthvað kynna þig frekar og koma inn í þetta með frumvarpi nýja. Já, ég er sem sagt 4 barna móðir og framhaldsskólakennari og hársnyrtimestari og ég þekki þetta mjög vel sem að Laufey er að tala um. Í 2 af mínum fæðingarorlofum hef ég verið einstæð og maður endar á að þurfa að fara með bara allt og lítil börn í aðstæður sem maður vill ekkert að þau séu í, annarkvort bara í umönnun til ókunnugra eða ég var með barnið mitt með mér bara í fullu háskólanámi og mitt sem kannski leiddi til þess að maður var sko með á brjóstinu klukkan 5 á nóttin að skrifa ritgerð og sofna og nýttaluna og eitthvað svona og þessar aðstæður skapa náttúrulega bara ýmiss konar félagslega misskiptingu og ég held að einmitt það sé rétt sem Laufey var að segja svona með það sem ég hafði lesið að þetta sé loksins að komast í gegn en mér finnst þetta bara svo ótrúlegt bara brot af rétti barna að koma þessu svona fyrir þar sem að þú hefur eitt foreldri sem að getur ekki eða vill ekki annast barnið til móts við hitt foreldrið að koma hnútunum svona fyrir og já, að mínu mati að skapa þetta það til dæmis sem maður bara festist líka einhverju svona fátækrargryfju sem er ótrúlega erfitt að komast út úr og svona ef ég er kannski ekki að segja nákvæmlega saman bara Laufey var að segja að síðan tekur kannski mörg fæðingarorlof á stuttum tíma og missir síðan vinnuna að þá ertu ekki búin að vinna þér inn sko rétt til atvinnuleysisbóta og endar kannski á að þurfa að lifa á 140.000 krónum eða minna á mánuði með 4 börn og þetta er svo absúrt sko aðstæður sem það verið að setja fólk í. Ég bara veit ekki hvernig bara kerfið hugsar þetta sko, af því að kerfið hugsar þetta væntanlega eins og viðkomandi sé með fyrirvinnu og hafi ekki verið á vinnumarkað út af því. Hugsunin er ekki út frá barninu í rauninni? Ekki að nokkru leyti. Bara það er ekkert hugsað út frá því og þetta er bara svo mikið í kassanum sko, þetta líka kemur inn á þegar þú lendir einmitt í þessu kannski og þú lendir í þegar þú ert einn bara hvort kyns eða hvaða kyns sem það er að vera með barn eða börn sem eru að einhverjum ásökum kannski mikið veik en samt ekki alvarlega veik eða þú getur ekki sinnt vinnunni þinni og þú verður fyrir einhverjum miklum tekjumissi, svo ferði fæðingarorlof og þá ferði fæðingarstyrk. Þegar ég var á fæðingarstyrk þá var 40.000 krónur á mánuði og einmitt ástæðan fyrir því var ekkert að ég væri með einhverja fyrirvinnu sem hefði verið að sjá fyrir mér sko. Þannig að mér finnst kerfið bara einmitt beita börn einhverju fáránlegu ofbeldi sko og skipt mig hvað er að gera við mig, en þú veist hvað gerir við börnin mín og hvað forskot ekki forskot, bara einhvers stað þarna sem þau byrja lífið sitt, sko. Það finnst mér alveg bara ótrúlegt. Já, takk. Já. Arna Þórdís, ef ég fer yfir á þig og býðir að þú vilt kynna þig frekar og koma inn í þetta. Já, sælverið, Arna heiti ég. Ég á 2 börn en það nú orðin alveg 9 ár síðan ég var í fæðingarorlofi. En ég sér
hef orðið svolítið vör við þessa umræðu, þessa breytingu og ég ekki frá því að einhver skjáttlist með það að þetta sé að breytast svona mikið af því að eins og ég skildi þetta þá þetta lenging á hinu sameil, eða sérst ekki hinu sameiginlega heldur að það sé í raunin bara hjá föðurnum sem þetta eykst. Það vitlaust skilið hjá mér? Allan að það sem var talað í kringum mig að barnið eigi náttúrulega svo rosalega mikinn rétt á að vera með föðurnum og að fæðingarorlof lengist í 12 mánuði en þar af getur faðirinn held ég afsala sér 3. Þannig að konan fær í mesta lagi 9 mánuði sem kannski betra en engu að síður ekki ár sem barnið fær ef að faðirinn tekur ekki þátt í. Þannig að ég held að það sé ennþá pottur brotinn og auðvitað á að hvetja til þess að feður taki orlofið sitt ef að þeir eru inn í myndinni og vilja vera í myndinni og það bara alveg mjög mikil þörf á því að hvetja til þess að því þeir eru ólíklegri til að taka út orlofið sitt. En ég held samt að það verði að taka meira til greina aðstæði munar fólks sem að ég held að það sé ennþá mjög mikil galli í kerfinu. Já, Ósk Dagsdóttir, þú vilt koma inn í og kynna eitthvað frekar og standa í þetta árum við bara gefum orðið eiginlega laust. Já, klárlega. Ég heiti Ósk og ég móðir og grunnskólakennari og reyndar með barn á leiðinni núna, þannig að ég svolítið inn í þessum reglum. Í þessum nýju reglum þá eru 6 mánuðir á hvort foreldri og það framseljanlegur einn. Við mjög sérstakar aðstæður, fangelsi, mjög alvarleg veikindi, ef annað foreldri á alls engan rétt á Íslandi og ekki í öðru landi, meira framseljanlegt. Ef kona hefur farið í tæknifrjóvgun og á barnið þannig ein, eða barnið ófeðrað, þá það framseljanlegt að það við mjög sérhæðar aðstæður. Það ekki bara þegar fólk býr ekki saman og það ekki bara þegar það hentar fólk ekki. Og mér finnst þetta náttúrulega mjög flókið mál. Auðvitað náttúrulega ofboðslega mikilvægt að börnunum okkar sé tryggður réttur til umönnunar frá þeim foreldrum sem munu verið þess lífi. Og það hefur sýnt sig að með því að koma inn með þetta feðraorlof eða orlof fyrir hitt foreldrið sem gengur ekki með barnið, hafa margir nýtt það að einhverju marki, en alls ekki allir og alls ekki að fullu. Og kannski hugmyndin með því að auka þetta svona að auka það, en þetta verður aftur á móti mjög flókið fyrir fólk þar sem að annar aðilinn ekki inn í myndinni, en líka bara ég veit mikið af hjónum sem eru bara ósátt við þetta. Ef konur ætla sér að vera með barn á brjósti, þá bara ekkert auðvelt fyrir þær að fara frá eftir 6 til 7 mánuði, nema þær ætli þá bara að hætta þá. Þú veist, svona lítil börn ekki farin að borða það vel, þetta ekki, það einhvern veginn virðist oft vanta í umræðum börn, bæði þegar við að tala foreldraorlof og þegar við að tala til dæmis leikskóla og aðra umönnun fyrir börn, það alltaf að tala vistunarmál eins og það mál snúist vanda atvinnulífsins, ekki umönnun barna. Sá að flýta leikskólanum til einsárs til þess að þið passi við foreldraorlofið, ekki til þess að spyrja þig hvað væri gott að hafa langt foreldraorlof. Og ég held að væri náttúrulega æskilegast að væri bara hreinlega líka lengra foreldraorlof yfir höfuð. Norðurlöndin hafa gengið mun lengra í því og búið upp á sveigjanleika þar sem fólk getur tekið foreldraorlof að hluta, eða fæðingarorlof að hluta og á réttin alveg til 9 ára og fleira. Þú veist, ef þetta væri til dæmis 1,5 ár, þar sem væri 6 mánuðir fyrir hvort foreldri og 6 mánuðir sameiginlegir, með einhverjum sveigjanleika fyrir þá sem ekki 2, þá væri kannski annað upp á teningum, en það mikið af fólki sem ég þekki til, þar sem jafnvel eru 2 aðilar, en af því að konan með barni á brjósti og teygir sitt 7 mánaða orlof í ár eða rúmlega það, og þá hefur kannski makinn ekki efni á
að fara í orlof yfir höfuð. Og það eru þeir sem eru í bestu stöðunni. Þeir sem einhverju hluta vegna eru ekki á vinnumarkaði eða hafa lent utan vinnumarkað bara á því tímabili sem verið að horfa á. Þeir enda með fæðingarstyrk sem 1/10 af því sem hámarkið er. Hámarkið hefur verið hækkað yfir 100.000 á meðan þessi fæðingarstyrkur meðan rán var, ég veit ekki fyrir hve mörgum árum, en hann um 60 núna. En hámarkið var hækkað yfir 100.000. Fæðingarorlofið ætti náttúrulega að passa upp á að það sé hægt að sinna börnunum. Og núna til dæmis í COVID það var fólk sem hefur kannski einhvern veginn verið í ferðaþjónustu eða öðrum störfum og ekki geta unnið og ekki náð inn á atvinnuleysis eða verið að reyna að halda í störfin sín og ásó bara allt í einu ekkert fæðingarorlof. Þetta er náttúrulega ekki hægt. Og svo fæðingarorlofið sem fólk fær greitt 80% af tekjum og það alveg óháð þínum tekjum. Þannig að þínar tekjur rétt svo duga fyrir þér eða ekki og svo bætist upp og þá allt í einu komið með 80%. Svo þetta finnst mér líka vera svo þarft umræðefni að við séum hérna á Íslandi og það sé til nógu peningum og sé verið að tala velmegun og sé fjöldi barna sem býr við og undir fátæktarmörkum. Þú veist, þau eiga ekki mat, þau eiga ekki það er svo margt sem að bitnar einhvern veginn á börnunum og börnin einhvern veginn eiga sér oft engan málsvara. Þau eru ekki að kjósa, þau þurfa að því að halda að séu fullorðnir sem tala fyrir þau. Þess vegna finnst mér svo mikilvægt að taka svona fundi eins og við erum með vegna þess að þessi réttindi gleymast svo oft. Maður hefur séð það svo átakalega mikið á þessu ári og svo mörgum sviðum. Nákvæmlega. Hvað segir þið hinnar? Já, já. Það alveg endilega bara takk stelpur. Þetta alveg margir góði punktar og mér finnst einmitt þetta með upphæðina og þú veist við tölum ekki þegar að einmitt það bara eitt foreldri sem að einmitt að reyna að sinna allri umönnun og síðan á einhverjum sorglega lágri framfærslu og það ekkert spáð í þetta. Það ekkert spáð í hvort að manneskja geti framfleytt sér og sínum á því sem hún að fá. Þú veist, af því að það ekkert, þú veist, í fyrsta lagi þá ekkert viðurkennt lágmark sem að manneskja má hafa, þú veist, í tekjur, þú veist, það ekkert viðmið. Það náttúrulega til framfærslu viðmið en þau eru svo rosalega há af því að þau eru miður náttúrulega við bara meðal neyslu á Íslandi. Þannig að þau eru, þú veist, við sem að kannski höfum lifað af og til undir fátæktarmörkum erum bara, þú veist, ámaður að vera að eyða í allt þetta, þú veist, ef maður skoðar þessi viðmið. En allavega, þegar mitt síðasta fæðingarorlof sem ég fer í, sem 2009, þá mitt, þú veist, eins og Ósk var að tala að þetta þú veist, 80% af tekjunum sem þú færði í fæðingarorlof. Ég mitt var skráði í 90% starf áður en ég fer í fæðingarorlof síðast. Þannig að þú veist, ég fæ 80% af í raun og veru 90% tekjum. Svo nefnilega þegar ég búin með fæðingarorlofið sem var náttúrulega bara 6 mánuðir og enginn til að taka orlofið á móti mér. Þá lendi ég á sjúkradagpenningum sem að voru bara, þú veist, það var alveg martraðarkerfi, man ég, af því að þetta var svona svo bútasaumur. Ég fékk einhvern hluta hér og hluta þar, fékk hluta frá stéttarfélagi, hluta úr sjúkratryggingum, svo þurfti ég að fá uppbót frá félagsþjónustunni af því að þú veist, þetta var undir framfærslu viðmiðum félagsþjónustunnar sem að náttúrulega bara það lægsta sem að gerist í Reykjavík allavega og Reykjavík með hæstu viðmiðin, en það önnur saga, en það þú veist, þetta var þá held ég eitthvað 180.000 á mánuði sem að þau viðmið voru og ég held að hitt sem ég var að fá sem var sjúkradagpeningarnir og þessi réttindi frá ég var í VR þá, það var held ég samtals eitthvað 150 eitthvað svoleiðis og svo fekk ég einhverja uppbót og ég lenti samt alltaf undir þessum mörkum vegna þess að það var dregin af mig skattur á einum stað af því ég gat ekki verið með skattkortið allstaðar.
Þannig að þetta var bara, ég man þetta var algjört horror tímabil, þú veist, og að vera veikur með lítið barn sem sefur ekki og að þurfa að berjast í þessu kerfi, þetta var líka eitthvað, þú veist, ég þurfti að endurnýja allt þetta á einhverjum mismunandi deadlineum, hlaupa með einhverja pappíra út allan bæ, þú veist, bíllaust með lítið barn, þú veist, þetta er náttúrulega klikkun, þú veist, og eins og ég segi, þú veist, þetta er náttúrulega bara ofbeldi að sko lenda í þessum aðstæðum, sko, og vera einhvern veginn bara, þú veist, bjarglaus og geta ekkert gert. Og ég man einmitt, þú veist, að ég þurfti að vera á þessari framfærslu í einhverja 9 mánuði held ég, af því ég átti réttindi á þessu í 9 mánuði og ég var alveg bara, þú veist, ömurlegt að eiga þessi réttindi vegna þess að ef ég hefði ekki átt nein réttindi þá hefði þetta verið skárra. En þá hefði ég bara fengið allt til dæmis frá félagsþjónustunni og þá hefði þetta verið, þú veist, skárra. En af því að ég átti þarna þá skerðist það, svo skerðist alltaf allt á móti hvort öðru, sko. Og þú veist, ég man bara, ég hugsaði tilbaka, ég hugsaði bara, vá, þú veist, þetta var náttúrulega bara tortjör. En Einmitt það svo kemur inn og ég hef aldrei getað skilið hvað er svona erfitt við það að hafa bara eitt setur sem þú getur farið inn í og þar eru félagsráðgjafarnir eða einhver að hjálpa þér með að ná í gögnin og auðveldaði lífið, sko. Já, þetta var einmitt, sko. Já, þetta var, þú veist, ég var bara heppin einmitt að komast inn síðan, sko, í endurhæfingarprógram hjá VIRK og þú veist, og þá var það alveg bara svona maður gat andað, þú veist, ég fekk endurhæfingarlífeyri og hann var, þú veist, alveg svona, þú veist, upp að sig gat lifað og náttúrulega eftir allt þetta, þá náttúrulega var það náttúrulega bara eins og, þú veist, að lenda á bara að vera á launum líku við, sko, miða við, einmitt, en þetta var náttúrulega, maður var, þú veist, allir reikningar voru, þú veist, á rauðu inn á, þú veist, maður var komin í þvílík vanskil og bara, þú veist, að því náttúrulega, þú veist, vera svona lengi á einhverjum svona fáránlegum upphæðum, sko, það náttúrulega er bara ávísun á fatahildri. En já, vildi bara koma þessu frá. Já, einmitt. Og þið hinnar? Já, ég kannski, mér finnst það einmitt svo merkilegt að þegar við erum að tala kerfið og það er eiginlega alveg sama hvaðan við komum að þessi umræða. Þegar við tölum kerfið, þá þarf alltaf að berjast við það. Þú veist, af hverju er kerfið ekki, þú veist, umfangandi, umfaðmandi, tekur á móti manni og er til staðar fyrir mann. Þú veist, maður hefur alltaf heyrt í gegnum tíðina að við erum sko velferðarsamfélag. Hvað er það? Þú veist, það er ég get svo svarið fyrir það er alveg sama hverju maður lendir í, hvort það sé heilbrigðiskerfið eða félagsmálakerfið eða hvað það er, maður þarf alltaf að berjast við það. Og ég fyrir mitt leyti, ég er ógeðslega þreytt á því. Og ég held að það þurfi bara að vera einhver grundvallarbreyting af því að kerfið er byggt þannig upp að Ísland sé fullt af einhverjum afætum sem er komið til þess að ræna af skattborgurum og fólk þarf bara að vera virkilega desperate til þess að taka þátt í þessari baráttu. Og hvað þá fólkið sem hefur ekki orkuna í það? Þú veist, í alvörunni. Og þetta er bara eitthvað sem við bara verðum virkilega að hugsa að því að þú veist, það er bara fullt af fólki sem að líður virkilega illa og bara, þú veist, getur ekki barist við kerfið og fær það bara, hvað er það? Nákvæmlega. Rá? Já, vá, ég er svo fullkomlega sammála Örnu að ég hef svo oft hugsað það hvað ég held að ef við erum bara að hugsa einhverja krónur og aura, sko, og ég held að samfélagið myndi græða á því að grípa alla bara strax sem þurfa á því að halda. Ég held að við myndum græða alveg stórkostlega á því bara fjárhagslega og það er ekki það sem ég hugsa mest sko. Heldur bara hvað við myndum bara bjarga mörgum lífum og bara geðheilsu og alls konar heilsu og ég einmitt þetta að maður þurfi alltaf að vera að berjast og maður þarf alltaf að vera að hugsa bara á þetta og ég þarf að biðja þetta og fullt af hlutum sem ég veit ekkert og einmitt að það væri eitthvað setur ég upplifi oft og þá er ég ekki að meina það eitthvað illa til einhverja félagsráðgjafa eða hvers konar ráðgjafa eða eitthvað en ég upplifi svo oft að mér sé bara ekki sagt hvað ég geti gert og maður eigi bara að vita allt
Og það líka bara eitthvað sem að fólki langar ekkert til að vera að mann líður eins og maður sé að betla. Mér langar ekki til að fara og vera bara eitthvað, heyrðu, ég bara hef ekki efni á þessu. En mér langar samt að barnið mitt geti æft íþrótt eða hvað sem það í heiminum. Eða farið á reiki eða whatever. Já, mér langar ekki til að fara og betla fyrir því eða mér langar bara til að geta veitt barninu mínu það. Bara sama á öll önnur börn ættu að geta gert. Og það bara rosalega erfið skref og einmitt sem að koma inn á, sko, þegar fólk að hugsa hvort sem það eru fólk sem leitar til félagsþjónustunnar eða fólk á örorkubótum eða hvað, þegar fólk hugsa þetta út frá þeim punkti að þetta séu afætur á kerfinu eða einhverju kerfisfræðingar eða eitthvað, ég held að enginn kýs þetta. Og þú ert ekkert í þessari stöðu af því að þú vilt það. Heldur þarftu bara samfélagið þarf að halda utanum, við þurfum að halda utanum hvert annað. Og það hlýtur bara að vera það sem við viljum. Já, og kannski, þú veist, akkurat eins og við vorum búin að koma inn á, ef að útgangspunkturinn væri barnið, ekki þessar afætur fullorðna fólki hérna í kring, heldur ef að útgangspunkturinn væri barnið og hvað barninu fyrir bestu, þá held ég að kerfi gæti litið allt öðruvís út. En við erum ábyggilega eigum svolítið langt með það. Eða hvað heldur þú, Ósk? Sko, ég alveg hjartanlega sammála og þetta einhver punktur sem ég svolítið búin að reyna svona að benda á með velferð barna, að það eigi að hugsa velferð barna út frá barninu, ekki út frá því hvað hentugt, þetta út frá því hvað börnum fyrir bestu og ég held að það hljóti alltaf að vera það sem samfélagin fyrir bestu. Þetta best fyrir okkur öll að börnin dafni vel og þetta líka best fyrir börnin að foreldrarnir dafni og ég veit eiginlega ekki hvaðan þessi hugmynd að einhver vilji vera veikur eða atvinnulaus kemur. Ég þekki enga mannesku sem myndi velja það. Ef fólk getur valið heilsu eða vinnu, þá það sem allir sem ég þekki velja. Og þeir sem eru með þessa hugmynd eru kannski sjálfur þannig að þeir eru alltaf að reyna að ná í eitthvað frá einhverjum og einhverjum, en venjulegt fólk sem ég þekki, það vill ekki vera veikt og það vill ekki vera atvinnulaust og það ekki að gera það að gamni sínu. Og mér finnst líka bara einhvern veginn stundum eins og Sanna hefur verið að brenda í borgarstjórn, stundum eitthvað í kerfinu sem á að nýtast þeim sem þurfa mest á það að halda en nýtist hinum. Eins og til dæmis þessi umræða með frístundastyrkin. Styrkurinn dugir ekki fyrir neinum frístundum. Þannig á endanum þá eru þeir sem eiga minnsta peninga, þeir geta ekki nýttan til að börnin þeirra geti farið í frístundir. Og þeir eiga ekki pening fyrir því, vegna þess að þeir eiga varla pening fyrir mat og sumir ekki. Þú veist, að það veri eftirskóla frístund, það kostar, þannig að sumir nýta það í það. En á endanum nýtist svo þessi styrkur bara þeim sem eru þá að niðurgreiða, og ég ekki að segja að það muni ekki það fyrir fjölskylduna, en einhvern veginn mistakast svona hugmyndir sem eiga að koma vel, skilji. Eins og það að hækka hámarki á fæðingarorlofinu til þess að hvetja feður sem eru í hátekjustörfum, vegna þess að hámarki alveg 650 og þegar þú ert komin og það bara 80%, þannig ef 100% launin þín til 650 er 80% þegar, þá ertu í raun og veru komin töluvert yfir, allavega eitthvað yfir meðallaun. Þannig að þeir feður og mæður nýti sitt fæðingarorlof, þá hámörkin hækkuð en ekki lágmörkin. Mér finnst einhvern veginn eins og það vanti þarna einhverju forgangsröðun. Mér finnst það klárlega á svo mörgum sviðum. Og eins og ef hlutin eru hugsaðar út frá börnum, náttúrulega ef maður fer inn í svona mál eins og flóttafólk og hælisleitendur á Íslandi, svo augljóst að það ekki hugsað börnin þar. Þeir fá að koma inn þeir fá að aðlagast íslensku samfélagi, þeir fá að læra íslensku og svo eru þeir bara dregin út. Þrátt fyrir allt sem barnasáttmáli segir að það sé rangt. Þrátt fyrir allt sem allir hljóta viti hjarta sína, þetta sé ekki rétt framkoma. Það þetta bara eitthvað sem er gert.
Já, algjörlega sammála, já. Og svo getum við meira sem farið, sko, nú þær konur sem hafa verið með lífan ofbeldis, hafa verið mjög duglegar einmitt að benda á það hvernig það að berjast við kerfið og þá aðalega sýslumannsembættið. Og þar sami upp á teininum og verið störa í landsrétti líka, með að við alla þá dóma sem koma þaðan, að þar eru börn svo sannarlega ekki í forgrunni. Og mann eiginlega óar bara við því að heyra þessar sögur sem að koma út úr þessum kerfum. Hvernig líst ykkur á þetta? Hafið þið verið að fylgjast með þessari umræðu og þessum þræði, líf án ofbeldis? Laufey? Sko, já, ég náttúrulega var að vinna fyrir félag einstæðra foreldra áður, sko, og já, og einstæð móðir sjálf, ég reyndar bara það lánsum að ég hef nú ekki lent í svona, já, svona málum, ég hef ekki þurft að, þú veist, tálma umgengni eða neitt svoleiðis, sko, og ekki, þú veist, lent í ofbeldi sjálfa höndum maka, þannig ég þú veist, heppin með það. En þú veist, sko, það sem að ég get sagt náttúrulega að það vantar rosalega mikið upp á bara alla aðstoð í kringum skilnaði og, þú veist, og líka náttúrulega í kringum bara börn sem eru fædd utan sambúðar og hjónabands. Af því að, sko, þú veist, það þarf að vinna með fólki til þess að það geti unnið saman ef það getur ekki, þú veist, ef samskiptin eru þannig. Þú veist, við vitum alveg að þetta eru viðkvæmar aðstæður oft, það koma upp hnútar í samskiptum og, þú veist, og ef það ekki einmitt gripið inn í strax, þá getur þetta undið upp á sig og orðið, þú veist, óviðráðanlegt. Og þetta náttúrulega bitnar á börnum. Og ég held einmitt, sko, að þú veist, það einmitt að tala þetta, þú veist, tálmun og umgengni og allt þetta, þú veist, og þú veist, það náttúrulega ömurlegt ef einhver lendir í því að, já, lendir í að vera, tálmaður, óréttmætt frá umgengni við barnið sitt, það ömurlegt. En þú veist, en á móti kemur af hverju líka, þú veist, verið að þvinga börn í samskipti við foreldri sem að beitir ofbeldi. Þú veist, að við vitum að það gerist líka. Þannig að, þú veist, af hverju, þú veist, eins og ég segi, ég ekki með töfralausn, ég veit það ekki, en ég held að, þú veist, það myndi gera rosalega mikið ef það gripið inn í málin fyrr og einmitt svolítið á forsendum barnsins að börnum sé veitt aðstoð. Þú veist, bara veit og að börnum sé trúað. Já, börnum sé trúað og að sé hlustað á þau líka. Já. Og ég held líka, sko, að það myndi gera rosalega mikið ef að börn gætu svolítið leitað á eigin forsendum. Til dæmis bara að það væri sálfræðingur inn í öllum skólum sem að börn geta sjálf leitað til á þess að þurfa að fara í gegnum til dæmis foreldra eða einhverja aðra aðila. Þú veist, það eru náttúrulega, skólar eru náttúrulega með, þú veist, eins og námsráðgjafa, en þeir eru náttúrulega með takmarkaða kannski getu í svona málum, sko. Þó að sjálfsögðu séu misjafnir, bæði misjafnir og líka með, þú veist, mikla getu á öðrum sviðum, þá, þú veist, finnst mér þetta bara svo, þú veist, þetta eitthvað svona no-brainer að auðvitað ættu skólar að vera með sálfræðimenntaðan aðila sem aðgengilegur fyrir börn. Og þú veist, og líka bara, þú veist, það rosalega erfitt sérstaklega fyrir náttúrulega efnaminna fólk bara að nálgast sálfræði aðstoð. Þú veist, sálfræði aðstoð dýr, það þú veist, alveg 15-20 skall, 25 jafnvel á tíman, þú veist, á klukkutíma að fara til sálfræðings og ég meina það ekkert eitthvað sem að allir hafa efna á, þú veist, þetta þá, já, þú veist, 50 til 100.000 á mánuði ef þú ætlar að fara vikulega, þú veist, í meðferð til sálfræðings. Þannig að, þú veist, það ekkert sem að hver sem dregur upp úr rassvasanum, sko, til þess að, eyða. Sérstaklega ekki þegar fólk á ekki fyrir mat. Og bara því miður, þá finnst mér, sko, bara, þú veist, af eigin reynslu og af reynslu fólk sem hefur verið í kringum mig og fólk sem að, ég hef hitt ævina, þá bara því miður þessi þjónusta ekki aðgengileg og hún aldrei
einhvern veginn, sko, það er aldrei unni með, því að, þú veist, ég vil líka kannski bæta við, þú veist, að fara í gegnum skilnað, þú veist, manneskja upplifir rosalega mikið af tilfinningum og, þú veist, margir upplifa sorg, þú veist, þetta er oft sorgarviðbrögð, fólk, þú veist, einmitt að vera, þú veist, láta fólk er svolítið dímoniserað fyrir að, þú veist, gera alls konar hluti, þú veist, og fólk beitir kannski börnunum og það gerir þá ekkert endilega viljandi, þú veist, það er, þú veist, mér finnst það líka oft svolítið, þú veist, að fólk er gert að einhverjum djöflum, sko, fyrir bara að einhvern veginn, sko, vera manneskja með tilfinningar og vera að grípa í ráð sem kannski er ekki góð ráð, en þú veist, svo verður það einhver vítarhingur. Þannig að eins og ég segi, ég held að, þú veist, aðstoðin er aldrei einhvern veginn sjálfsögð. Hún er alltaf svolítið, kemur of seint og er of lítil. Já. Þannig að, ef þetta meikaði einhvern sens. Já. Áður en ég gef þér orðið Rán, þá langar mig einmitt að komst inn á orðið tálmun. Ég var að lesa nefnilega stórgóða grein sem kemur frá Ástralíu, þar sem er einmitt verið að tala þessa tálmun og hvernig dómstólar tók upp á arma sína einhver aðferðafræði sem var ekki einu sinni vísindaleg og var ekki studd neinum gögnum eða neitt og að dómarar skuli hafa tekið þetta að sig vegna þess að þarna var góð leið fyrir ofbeldismenn að nýta sér þetta bara í valdaspili við fyrrverandi maka. Og nú er þetta svona virðist vera að breytast og dómskerfið er svona farið að horfa á það að líta burtu frá þessu sem var þetta ekki kallað PSA eða eitthvað álíka gáfulegt. Ég man það ekki alveg hvernig skammstöðunni var. PAS, þetta er Parental Alienation Syndrome. Já, passas. Og nú er þess að aðeins farnir að sem betur fer að breyta þessu. En ég get ekki séð annað en að við hér á Íslandi séum svolítið á eftir. Og það sem ég langar að benda á líka að í Landsrétti, þar er verið að fá einn dómar sem að hafa aldrei jafnvel komið nálægt málefnum varða ofbeldi eða börn eða skilnaðarmál eða annað. Þetta er jafnvel viðskiptalögfræðingur og hafa ekki verið kannski í öðru. Og þetta finnst manni svo ótrúlegt að við skulum bjóða börnunum okkar í þessu samfélagi upp á það að dómskerfið er ekki einu sinni fært, hefur ekki neina, það er engin fræðsla fyrir þess að dómar til að takast á við allt það sem skeður í tilfinningarlífi barna og fólk sem kemur fyrir réttin. Þannig að, en fyrir gefið guðsuna, náttúrulega leifinni Rán að koma inn í þetta líka. Gjör svo vel. Takk, mér finnst það mjög góð guðsa hjá þér. Ég hef nú, þú veist, kannski ekki persónulega reynslu af nákvæmlega þessu, en ég þekki alveg einmitt til svona mála bara í kringum mig, bara á hvern veginn sem þannig að mér finnst þetta rosalega erfitt, mér finnst ofta rosalega erfitt kannski að lesa mál þar sem að ég kannski tel mig vita að eitthvað mikið hafa verið í gangi eða eitthvað svoleiðis og en nákvæmlega punkturinn sem þú komst inn á að það þyrfti að sjálfsögðu dómara og lögfræðinga sem eru svolítið sérhæfðir í slíkum málum. Og ég held einmitt sem Laufey kom inn á að þegar að fólk er að skilja eða jafnvel bara ef að fólk eignast barn og er ekki í sambúð eða sambandi, að þá væri bara ekki vitlaust að eitthvað ákveðið ferli færi í gang til að aðstoða fólk. Þar sem að, ég til dæmis hef persónulega reynslu af því og að hafa ekki vitað að þetta væri bara ekki leyfilegt að fá símtal frá einhverjum lögfræðingi og maður einmitt bara voða brotinn og eitthvað og þá bara gusan yfir mann og maður enda bara að segja já, ok, við einhverju sem maður hefði alls ekkert átt að segja já, ok, af því að ég var ekki með lögfræðing og þetta var kannski manneskja sem ég bara leit alveg upp til og held að væri bara feministi verið og ég veit ekki hvað sko. Og og svo eftir á maður bara eitthvað, þetta var nú alveg illa framkvæmt sko. En já, ég held að það væri alveg ráð að hafa eitthvað bara svona mjög faglegt umhverfi í kringum svona mál. Já, nákvæmlega. Áður en ég ætla að leyfa Ósk að koma inn í
og svo ætla ég að þegar Arna búin að tjá sig þetta þá ætla ég að fara yfir í annað en Ósk, gjör svo vel. Já, takk stelpur. Þið eru náttúrulega að segja mjög mikið af mikilvægum hlutum og Margrét, mér fannst gott þú minntist á samtökin Líf án ofbeldis vegna þess að ég held að það sé ofboðslega mikilvægt að halda því til haga að þegar ég er að segja að fólk sé ekki að hugsa um velferð barna þá á það alls ekki við allt fólk. Og það eru margir sem eru að vanda sig og eru að virkilega að berjast fyrir réttindum barna og maður verður náttúrulega ánægður með það en þegar maður sér í fréttunum og á svona þessar fréttir af því hvernig málum háttað þegar börn verða fyrir ofbeldi og hvernig mál eru felld niður og hvernig börn eru sett í forræði fólk sem að maður getur ekki sé annan að sé augljóst að beita ofbeldi og jafnvel í öðrum aðstæðum líka. Þetta ekki bara einhverju talmunamálum. Það var bara nýlega frétt þar sem að tvö börn hafði sagt frá ofbeldi sem þau eru fyrir á frístundaheimili og svo kemur bara í fréttunum að allt það eru fellt niður. Ekki nægar sannanir. Og maður veit bara ekki einu sinni hvað eru nægar sannanir og þarna einhvern veginn eins og sé og það verðist ekki vera til í kerfinu neitt millisteg milli þess að aðili sé sakfelldur og að aðili megi svo bara labba og ráða sig á næsta frístundaheimili. Það verðist ekki vera neitt. Þetta svona aftur eitthvað svona rosalega kerfislægu vandi. Og auðvitað ég á því að þetta sé líka samfélagslega vandi sem þarf að leysa. Það þarf náttúrulega að svona gerist eitthvað sem maður skilur ekki en þarf náttúrulega að leysa og vinna með og náttúrulega hjálpa líka þeim sem eru á þeim stað að þeir beita ofbeldi. En manni virkilega misbýð þegar maður heyrir einhvern veginn að kerfi bregðist börnum svona á þennan hátt. Það bara eiginlega ekkert annað sem manni misbýð meira. Það sko alveg rétt. Ég ætla aðeins að leyfa Laufi að hoppa inn í Arna fyrirgefðu, hún ætla aðeins að fá að skjóta inn í einhverjum PAS, P-A-S. Já, mér langaði bara aðeins að því að þetta einmitt kallað Parent Alienation Syndrome en sko þessi umræða oft svolítið einhæf, það sem bara eingöngu verið að fjalla þegar foreldri útilokar annað foreldri frá uppeldinu eða þú veist frá því að hitta barnið sitt. Það eina afstæðan sem tekin. Það hins vegar aldrei tekin inn í þú veist þegar að foreldrar fjarlægja sjálfa sig úr lífið barnanna. Sem auðvitað líka parental alienation og hefur áhrif á börn. Þannig að þú veist, og þetta þú veist, ég hef stundum reynt að skjóta þessu inn í, þú veist, þessar umræður og það alltaf bara, nei, ekki verið að tala það. Þú veist, sumir segja að það svo sjaldgæft eða enginn vill, þú veist, það gerist. Þú veist, þetta svipað dæmi og en þetta eitthvað sem aldrei tekið inn í og til dæmis að ef foreldri lendir í þessu að hitt foreldri bara fjarlægir sjálft sig úr lífinu þá hefur það foreldri engin úrræði. Það hægt að, þú getur rukkað eða farið fram á þessi innheimt meðlag. Það það eina sem þú getur. En þú veist, þú getur ekki beitt dagsektum, barnavernd skiptir sér ekki af svona málum til þess að reyna að fá foreldri til þess að einhvern veginn miðla málum, það ekkert. Nei. Og engin aðstoð. Góður punktur og þarna væri þetta kannski svolítið öðruvísi komið aftur að þessu ef að barnið væri miðpunkturinn. Sem ekki. Heyrðu Arna, ég ætla að leyfa þér að koma inn í þetta líka og fá þig til að aðeins að segja okkur hvað þér finnst hvernig stjórnkerfið og hvernig sýslumenn, dómstólar og svo þessi fíni félagskapur Líf án ofbeldi sem hafa verið að reyna að benda á þetta. Gjör svo vel Arna. Já, takk. Þetta náttúrulega bara alveg ótrúlega mikilvæg umræða og Líf án ofbeldis, þú veist, að koma inn á mjög mikið af góðum punktum og góð barátta sem fer þar fram og mikilvæg. Ég hjó bara eftir mér langaði aðeins að koma inn á þegar við erum að tala að kerfið einmitt ekki að umfanga og taka og þú veist móti börnunum þegar þau þurfa á þeim að halda.
Mér langar samt að benda á, af því við þurfum alltaf að berjast við kerfi, við vitum ekki hvað í boði, það langar mér samt bara að segja að við höfum aðgang að, það eru skólahjúkrunarfræðingar til dæmis í flestum skólum og með mismikla viðveru reyndar og námsráðgjafar og ég veit að þetta fagfólkið meira en minna alveg til í að vera til staðar og en við þurfum að vita að við getum leitað á hana sem ég held ég að sé ekki rosa mikið og langar líka að koma inn á það því ég mikið búin að vera berjast við það að koma mínum börnum að til dæmis í sálfræðingum og heilsugæslustöðvarnar og heilsugæslustofnanir út af landi, allar nema Vestfirðir, eru með sálfræðinga á sínum snærum og það mjög mismikil bið en það oft ekki mikil bið. Þannig að þú veist, ég vildi bara koma því að fólk megi athuga það áður en það útilokar möguleikann á sálfræðiþjónustu sem kostar 80.000 tíminn, sko. Það munar rosalega mikið það. Og þá ertu eiginlega búin að koma með snúningi sem að mig langar að fara út í og það eru einmitt veikbörn og kerfið fyrir þau, heilbrigðiskerfið og langveikt börn og bara endilega, þú varst búin aðeins að minnast það við mig fyrir þáttinn. Gjör svo vel. Já, ég myndi kannski ekki kalla það langveik börn en ég á börn sem annað með ADHD og hitt með kvíðaröskun og sem ekki frásögum færandi og bara, þú veist, ekkert tabú við það, en ég hef þurft að berjast fyrir að þau fá þjónustu sem þau eiga rétt á síðan þau fæddust og þú veist, við erum að tala um það að þessi börn eru fædd með þessar raskanir, það bara þannig og það þarf alltaf að vera komið á þann stað að við erum bara komin á vegg áður heldur en eitthvað gerist. Börnin þurfa að vera í svo mikilli vanlíðan og heimilið þarf að vera í svo mikilli upplausn áður en einhver tilbúin til að koma að og grípa okkur. Og við þurfum að berjast og ég með alla anga úti og þú veist, í sambandi við sálfræðiþjónustu, í sambandi við læknaþjónustu, í sambandi við allt og allir eru þú veist, já, gengur þetta ekki bara yfir eða ef ekki bara aðeins að bíða með þetta og þú veist, eins og til dæmis með ADHD-barnið mitt þá var það alveg klárt frá því að hann var mjög lítill að hann væri með ADHD og fyrst það voru við reyndar út í Noregi og það var kerfið bara ekkert betra af því að þeir neituðu að taka þátt í svona snemmtækri íhlutun af því að hann var ekki nógu mikið vandamál og gera ekkert svoleiðis fyrir hann að skólinn er byrjaður og svo byrjaði skólinn og hann náttúrulega bara ótrúlega kurteis og bara, hvað þetta? Hann ekkert með ADHD bara, en svo eftir hálft ár það bara, jú, hann alveg greinilega með það, en þá það of seint, skilurðu. Og svo komum við til Íslands og það kemur nákvæmlega sama. Hann, ég fer að byrja á því að fara að fund með skólanum, ég vil koma ferli í gang. Þú veist, ég veit að því sjá það kannski ekki strax en ég vil fá þetta ferli í gang. Þau segja, já, hálfu ári setjum og þá fyrir nú aðtöga gangmála. Já, við setjum ekkert í gang, hann var nú ekkert en við erum samt svo sem sammálaði núna en við skulum fara að koma í gang. Og þá sér maður fram á það, krakkinn var orðinn 7 ára, 8 ára, að það væri 2 ára bið eftir að hann kemist í greiningu. Og það bara, þú veist, þá var ástandi bara orðið þannig að við gátum það ekki. Við vorum svo heppin að við gátum fengið styrk hjá verkalýðsfélaginu okkar, kennarasambandinu held ég að hafa verið, fyrir sálfræðiþjónustu sem var þá skráð á manninn minn, að til þess að fá niðurgreidda greiningu og aðstoð í gegnum einkafyrirtæki. Og þú veist, við gátum ekki beðið lengur. Og það á ekki að vera þannig og þú veist, mér finnst að þessi börn, og það eru, þú veist, yfir tæplega 600 börn á biðlista eftir að komast að greiningu. Og það alveg klárt mál að þessi listi fer ekkert minnkandi. Þetta eitt stærsta geðheilbrigðisvandamál barna, þetta stærsta geðheilbrigðisvandamál barna á Íslandi. Þannig að það alveg klárt að það þarf að taka til þar og ég veit alveg af hverju það er. Það vegna þess að það enginn sem tekur almennilega ábyrgð á þessum málaflokki. En já, þetta mér mikið hjartasmál eins og ég kannski heyri, en endilega Já, heyrum Laufey, viltu koma inn í þetta? Já, einmitt, ég akkurat hef mjög svipað að segja Arna og einmitt ég með dóttir mín, hún einmitt beið mjög lengi eftir einhverjugreiningu. Ég var búin að segja frá því hún var í leikskóla að hún væri einhverf.
Því ég var búin að sjá náttúrulega öll einkennin og lesa mér til það og það var ekki hlustað. Einmitt af því að hún var svo stillt og góð alltaf í skólanum sko, en svo náttúrulega var vanlíðanin náttúrulega undirliggjandi og þannig að þú veist, henni fór náttúrulega alltaf bara að líða verr og verr í skólanum og þú veist, ég man sko, þetta var alveg bara, það var átaka komin í skólan sko, þannig að ég var mjög mikið að hringja inn veika á tímabili sko, það var held ég að vera í öðrum bekk eða eitthvað svoleiðis og hann mjög mikið að ef að barn þessum aldrei komið með skólaleiða en ég fékk síðan loksins sko, eitthvað sem sagt, svona teymi sem átti sem sagt að fara að athuga hennar mál og það var eiginlega bara því hún var komin svo marga fjarvistir og þá náttúrulega var þetta bara svona þau voru farin að hóta mér að hafa samband í barnavernd og ég var bara já endilega, þú veist, bara bring it on en en þú veist, þá einmitt kom upp var ein kona sem að spurði hvort það væri ekki bara agavandamál, þú veist, ég veit ekki hvað ég átti að vera að gera með barnið, þú veist, til þess að koma í skólan. En allavega, en svo sko, reyndar við fluttum síðan á þessu tímabili, þannig að hún fór í nýjan skóla og þá stoppaði allt greiningaferlið. Af því að var ekki komið inn í, það var ekki komið svo formlega og hún ætti að fyrir greiningu, heldur var hún bara byrjuð að hitta sálfræðing hjá þjónustumiðstöðinni þá og þannig að það stoppaði allt greiningaferli og hún ætlaði að vera í nýjum skóla og það hefði þurft að koma önnur beiðni frá nýja skólanum til þess að geti haldið áfram af því að við þurftum að skipta sko þjónustumiðstöð líka. Þannig að þetta var svona alveg fáránlegt, þannig að það tók mig aftur nokkur ár að fá hana, fá greiningu fyrir hana og náttúrulega gallinn þarna þú veist, að maður fær enga aðstoð nema þessi greining. Þannig að hún var held ég orðin 12 ára þegar greiningin kemur. Og það eru öll þessi ár, þú veist, var hún að glíma við alls konar vanda og við reynda fórum í, þetta ekkert feimnismál, hún hefur komið fram sjálf í fréttaviðtali þetta sko, af því þetta var einmitt svo rosalega löng bið að greiningarstofu spurði mig hvort að ég værum til í að koma fram og við gerum það. Hún stóð sig eins og hetja sko og var 12 ára gömul, nýbúin að fá einhverju greiningu og sagði frá því í fréttunum og en þú veist, þetta var náttúrulega mjög líka gott fyrir hana, þú veist, að fá þessa staðfestingu, þú veist, að hún væri ekkert skrítin, hún bara einhverf og sem sagt, náttúrulega, en þú veist, það náttúrulega tekur mjög mikið á barn að fara í gegnum mörg ár í skólakerfinu og þú veist, vera alltaf svona smá utanveltu en þú veist, samt ekki hafa neina skýringu á því, sko. Þannig að þetta mjög slæmt, sko, en svo hins vegar á ég son, hann var greindur 30 ára. Af því að sko, hann var að sýna hegðun sem að, hann var frekar svona andfélagslegur á sín tíma. Hann vildi alltaf vera einhvers staðar annar staðar heldur þar sem hópurinn var og svo framvegis. Já, það hentaði ekki kerfinu. Hentaði ekki kerfinu og mér var stilt og góð og þú veist, og þá var hann aldrei vandamál, þannig að það var aldrei, þú veist, það voru engin rauð flögg í kringum hana nema bara, þú veist, það sem snýra mér að því að, þú veist, ég fekk fekk vanlíðanina. En hann var greindur 30 ára og hann sem sagt með einhverfur líka. Og en þú veist, fer í gegnum allt annað kerfi heldur en hún. Þannig að ég með sem sagt mismunun og það einmitt oft sagt að stelpur eru oft seinni að greinast og konur eru ekki að greinast einhverjar fyrir að eru fullorðnar oft, sko. Þannig að þetta eru týndu stelpurnar. En við erum einmitt með dæmi það hér, en svo þetta einmitt, þú veist, allt með stuðningskerfið og allt þetta, sko, þetta alveg, maður þarf virkilega að ganga á eftir öllu í kerfinu, sko, þó að þessi komin greining, þá samt þarf alltaf endalaust að berjast og þetta náttúrulega bara, þú veist, þetta ekki, og aftur, sko, ég veit að einhver nefndi áðan að við erum ekki að gagnrýna fólki sem að starfa inn í kerfinu, þannig að það allt að reyna að gera sitt besta, þetta alltaf bara fjársvelti og það vantar pening í allt, sko. Já. Það Já, takk. Rán.
Já, Laufey kom reyndar einmitt bara inn á punktinn sem ég ætlaði að koma inn á, þannig að með bara það að ég hafði pælt í þessu, ég reyndar á, dóttir mín ekki með greiningu en þegar hún var lítil og bara lengi framtíð þá hugsaði ég stundum svona þegar ég var að reyna að figura eitthvað át, sko, að þetta myndi mig svolítið á Asperger, núna heitir þetta allt einhverfu og svo bara nei, það ekki alveg eins af því að svo þekki ég einstaklinga mjög nákvæmlega mér með Asperger og en einmitt þetta bara það ekki sömu einkennabæði ekki hjá öllum og líka bara mismunandi eftir kynjum og það sem Laufey var að segja með að konur eru oft ekki að greinast fyrir bara fullorðnar en á þeim tíma, dóttir mín 10 ára og ég var kannski að pæla í þessu frá því að hún var svona 3 ára, hún var með einhvern skynjunarvanda og svona ýmislegt eitthvað og já, stelpunar eru bara kannski að sýna þess öðru svo hún þægileg í leikskólanum, ótrúlega þægileg í skóla og ég mynd las grein eftir konu sem greindist fullorðin held ég með ADHD sem hét eitthvað svona þægilegu stelpunar og ég var bara eitthvað, þetta barnið mitt. En hún ekki með neina greiningu samt, sko. En ég lenti í svona ávegg eiginlega þegar hún skipti skóla og þá einmitt kom bara skóla, sko, kvíði og alls konar og og það var einhvern veginn kerfið ekki tilbúið til að bregðast þessu bara eitthvað, já, við erum ekki búin að kynnast henni og svona, en kannski þarf kerfið líka bara svolítið að treysta foreldrunum til að þekkja barnið sitt. Við hljótum að vita, við erum bara alveg eins og þú ert ekki að leika þér að fara á örorku eða athafnleysi eða hvað, þú ert heldur ekkert að leika þér barninu þínu. Ég held að við séum öll bara viljum það besta fyrir börnin okkar og bara að þau blómstri. Algjörlega. Ósk, þá leyfa þér að enda þessu umræðu, þú ert náttúrulega kennari, þannig að endilega, hvernig líst þér á þetta? Og ég finnst þetta náttúrulega bæði vera þessi kerfislægi vandi sem virðist mæta svo mörgum og til dæmis það að greining og í sumum tilfellum að fjöldi greiningar sem forsenda fjármagns eiginlega í staðinn fyrir að það sé nóg að foreldrar og kennarar séu sammála að það þurfi stuðning. Mér finnst það mikill ókostur og svo þessi langa bið á að börn fái þá aðstoð og detti síðan út að við skiptum hverfi og annað sem reyndar tengist öðru máli líka að þetta eru mjög margir sem flytja og börn sem skiptum skóla og oft gengur vel. En annað sem börnum mismun á áherslu er húsnæðismálin. Það eru margir sem eru bara þeirri aðstöðu þeir neyðast þess að flytja aftur og rífa börnin sínu upp úr skólahverfum aftur og aftur og aftur. Og það getur verið mikið álag. Flestir sem hafa einhvern tíma skipt skóla segja bara já, það var bara mikið álag að skipta skóla og þurfa kannski að gera það bara oft í grunnskóla er mikið álag og það er einhvern veginn ekkert verið að hugsa þetta þegar verið að ræða húsnæðismál. Það er ekki verið að hugsa það út frá börnum. Það er verið að hugsa það út frá, ég veit eiginlega ekki alveg hverju verið að hugsa það út frá verktökum. Stundum virðist manni það. En svona varðandi þetta með skólana, þá finnst mér þetta líka bara svo ofboðslega og það ekki bara svo ofboðslega mikið að kennurum og bara kennarar í grunninn eru svo ótrúlega gefandi og þeir velja náttúrulega þetta starf, þetta er ekki hálauna starf, þeir velja þetta starf af ástríðu. Allir sem fara í grunnskólakennslu, þeir völdu það af ástríðu og leggja þetta á sig. En ég held að sama hvaða grunnskólakennara þú myndir tala við, að allir myndir segja að það sé ofboðslega mikið álag og allir myndir líka verið sammála það að leið og væri þegar þau fá tækifæri til að vera með minni hópa, þá getur allt í einu sent fleiri börnum svo miklu betur. Og einhvern veginn virðist þetta samt ekki skila sér inn í starfið, skiljið. Það virðist ekki vera skipulagt þannig að þessi hugsa hvað er gott fyrir börnin að vera mörg í hóp.
þú veist, það virðist einhvern veginn vera bara skipulagt út frá því svona eru peningarnir sem eru til. Og líka eins og með börn sem fá greiningar, nú þekki ég alveg mjög mikið af alveg yndislegum stuðningsfulltrúum sem hafa stutt börn alveg ofboðslega vel. En það er samt algengt að í þessu kerfi sem núna er að stuðningsfulltrúarnir sem koma og sinna börnunum sem þurfa mestan kannski faglegan stuðning séu algjörlega ómenntaðir. Séu kannski ungt fólk sem er bara á milli einhverja atburða í sínu lífi og þó þau gefur sér öll í þetta, þá finnst mér bara að þurfa að vera miklu fleira fagfólk inn í grunnskólanum. Kennarar, sérkennarar, þroskaþjálfar, sálfræðingar, félagsráðgjafar, það bara þarf að vera öflugt samfélag. Og það væri svo miklu betra ef það væri hægt og mér finnst einhvern veginn alltaf koma, það stoppar allt einhvern veginn á að það sé ekki til peningur. En ég meina, nóg er til að pening í þessu landi samt. Þú veist, með einu pennastriki væri hægt að hækka fjármagnstekjur og setja hellinga pening í spítala og menntakerfi og velferðarkerfi. En einhvern veginn rata peningarnir ekki í þetta mikilvægasta sem við eigum. Börnin okkar, þá sem eru veikir og minnst mega sín og eins og standi í kerfinu fyrir veikt fólk. Þú veist, það þarf fríska manneski með ykkur veikum til þess að finna út úr þessu. Og það er bara mjög fúlt. Já, takk fyrir þetta, Ósk. Mér langar nú að bara þakka ykkur kæru konu fyrir að vera með mér hérna á þessum degi og tala um börnin. Við heyrum nú vel að ofbeldi kerfanna hefur heilmikil áhrif á börn á Íslandi í dag. Og nú er akkurat þessi tími ársins að gangi í garð og ég bara læt lokaorðin vera þau að það á að gefa börnum brauð. Takk hérlega fyrir að vera með mér og takk fyrir að koma í þáttinn Konur með höfuð hérna á Samstöðinni og ég bara býð ykkur góða stunda. Takk fyrir. Takk fyrir.